Þá það fyrsti hlutin af fjórða kaflanum úr bókinni Maður og náttúra, en fjórðinn kaflinn fjallar erfðafræði. Áður við förum að velta fyrir okkur efni kaflans, þá skulum við aðeins spá í hvað erfðafræði og hvað þessi kafli fjallar. Hann fjallar í raun og veru hvernig einkenni erfast á milli kynslóða. Þá erum við ekki bara að tala útlitseinkenni, við erum líka að tala einkenni hvað varðar líkamsstarfsemina og í raun og veru allt sem snýr að lífverunum. Grunnurinn á bakvið þetta allt saman erfðaefnið, DNA, og við skulum kíkja aðeins á hvernig DNA uppbyggt, eða sem sagt hvar það Hér sjáum við dæmigerða frumu, þetta gæti verið fruma úr manni, svo aðrar hérna í kring. Hver einasta fruma hverrar lífveru, þetta á einnig við okkur, inniheldur allt erfðaefnið sem að þarf til þess að búa til lífveruna. Það sem sagt full uppskrift að hver einustu lífveru í erfðaefni hverjar einustu frumu. Það þýðir að í hver einustu frumu í líkama okkar full uppskrift að okkur. Þetta fruman í heilu lagi, erfðaefnið inn í kjarnanum. Kjarnin afmarkaður með kjarnahimnu sem við sjáum ekki hér, en þetta lítur svolítið út eins og spagettipottur. Í mannsfrumu 46 litningar og þeir allir bara svona í kös, en þegar þeir fara að, fruman ætlar að fara að skipta sér, að þá aðskiljast litningarnir. Skoðum það betur seinna. Ef við förum og skoðum einn litning, þá hann frekar langur sjáði, en hann samsettur af þráðum sem rúllaðir upp í svona net. Hver þráður hér upprúlluð svona gormur og hver þráður hér inni rúllaður upp á svona kúlur sem heita histónar og hver þannig þráður gormur sem svo síðan tvöfaldur gormur. Þetta erfðaefni, þetta það sem við getum lesið. Þetta vinda svona ofan af þessu. Þetta uppskriftin að okkur, en við höfum eftir að skoða þetta örlítið betur hérna þegar við förum aðeins lengra. Það bara 4 bókstafir í þessu, það að segja, það bara 4 mismunandi gerðir af niturbösum sem að koma hérna á. Það adenín, guanín, cytosín og tínín. Það passa bara 2 saman, þið sjáu það hér það sýnt með svona oddi og svo sveigðum boga. Það þýðir ekkert að tengja saman A og C eða G og T. Þetta verður að vera rétt, en það skiptir ekki máli hvað hvoru megin eins og þið sjáu hér. Þetta svona, má hugsa þetta sem tungumál og það bara þessir 4 stafir, en hvert orð alltaf bara 3 stafir og hver þrend hún táknar ákveðið. Og hér sjáum við allar mögulegar þrendir sem hægt að búa til úr þessum 4 stöfum. Hér, sem sagt í þessari línu hér, byrja öll orðin á U, hér á C, hér á A og hér á G. Hér annar stafurinn alltaf U, annar stafurinn alltaf C, A og G og svo U, C, A, G, sem síðasti stafur alltaf breytilegur. Hver þrend táknar ákveðna amínósýru. Ég veit þetta pínlítið snúið, en amínósýrur það sem að prótín gerð úr. Þá röðum við saman amínósýrum. Og þetta hér í raun og veru ekkert annað en uppskrift á prótínum. Og þá þurfum við að vita hvað þýðir þessi þrend hér, A, G, C. Þá skulum við finna A, G, C, hún hér. Þetta amínósýran seronín eða eitthvað svoleiðis. Og ef við tökum næstu, T, G, A. T táknar í raun og veru U, því að þetta á þessari mynd þetta reynar, á þessari mynd þetta U í staðinn fyrir T, af því að U úrasíl sem sá niturbasi sem í R-ina, ef við möttum að skoða það seinna. Þannig að U, G, A U, G, A hér. Það þýðir að hér væri stopp. Það líka til eitthvað sem heitir byrja.
En við skulum sjá aðeins hvernig við afritum, umritum segi ég, DNA yfir í RNA til þess að geta búið til úr því prótein. Þá þurfum við að byrja á að vinda ofan af þræðinum. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Þá vinst þráðurinn svona upp og það koma tilviljanakennt inn, sjáðu, þræðir sem mynda RNA-ið sem þetta hér, en þeir passi ekki nema að það sé rétt. Það er nefnilega galdurinn á bakvið þetta. Þannig verður til rétt afrit, af því að ef það kemur vitlaust þá dettur það bara af, það festist ekki. Síðan fer þetta út úr kjarnanum sjáum þið, út svona göt í kjarnahimnunni, og þar tekur við svona ribosóm. Ribosómið er í tveimur hlutum. Þetta er þrætt inn í, síðan koma það sem kallað er mRNA, sem eru bara svona keðjubútar, en þeir passa á, sjáu þið. Þessi tiltekni bútur heldur á ákveðinni amínusýru, hann passar hér. Síðan er beðið eftir að næsti komi, hann þarf að passa hér. Og hérna er hann sýndur, því sjáu hann er á leiðinni, en það þurfa að koma margir inn í millitíðinni sem passa ekki. Það gerist alls svona frekar tilviljanakennt, svo festast amínusýrurnar saman hérna uppi og það myndar nýtt prótein. Svona gerist þetta alveg þangað til það kemur stopp, að þá losnar próteinið frá og því er pakkað saman annar staðar í frumunni. Þegar við búum til prótein frá DNA yfir í RNA yfir í prótein, þetta köllum við tjáningu gena. Ég ætla að bæta aðeins við þetta hérna. Svona lítur þetta þá út, en þá er þessum hluta lokið.